Herri já, þá ætlum við að kíkja á Excel-verkefni vikunar. Þetta er verkefni 9, 10, 11 og í 9 og 10 þá erum við að vinna með línuritt, stöpplaritt og kökuritt. Og síðan 11. verkefnið þá fyrir við í if-skipunina. Og hérna í verkefni 9 þá er þetta hérna nokkrir flipar. Og hérna í verkefnilýsingunni þá er hérna YouTube-myndband sem er hægt að notast við. En þetta virkast þannig að við erum hérna með ykkur upplýsingar og við einfallega ljómum upp þessa töflu, förum í insert og hérna eru þær gerðir að línuritu sem við getum búið til. Og það sem við þurfum að passa okkur á er að hérna eru við með texta. Hérna erum við text og tölur og ef við erum með texta að þá ætlum við að fara í þetta hérna og þetta heitir line chart. Við erum bara hérna efsta og þá lítur þetta svona út. Þannig að við þurfum að fara hérna, breyta þessum titli þannig að þetta líti út eins og þetta hérna línuritin til liðar. Hérna þurfum við að bæta við texta á Lóðrardás. Sjá hérna stendur hitastig og það sem það þarf að gera hérna er að í þeirri útgáfu af Excel sem ég er með þá þarf maður að fara með plúsin hérna Access Titles og þá getur maður að skrifa hérna hitastig og hérna getur maður skrifað mánuður. Nú ef þau eru ekki með hérna plús hérna að þá getur verið að því þurfa þá að hafa línuriti valið og eitthvað staðar efst uppi þurfa að geta smellt á design eða format eitthvað staðar og þá getur þið gert hérna add chart element og úr þeim lista getur þið valið access titles primary horizontal og primary vertical. Ok, hérna erum við með línurit og hérna erum við með fjöldi sprenginga og hagnaðar fyrir ýmsa myndir sem eru leikstar af Michael Bay og hérna erum við að ljóma upp töfluna og við fyrir aftur insert nema núna fyrir við í scatter og þá hérna erum við bara með tölur og þá fyrir við í scatter chart og þá kemur það svona. Eins áður við fyrir í add chart element, fyrir í access titles, bætu við hérna á Lárardásnum fjöldi sprenginga og eins fyrir Lóðrarda. Hérna ljómu upp fyrir árin og EMD-bengurna. Við erum ekkert að nota þessar hérna upplýsingar í þessum línurit. Þetta eru myndir sem leikstýrar M. Night Shyamalan eða hvað sem að byrja það fram og hérna er skattar línurit af því að það er bara tölurina. Stöpplaritt þá ljómar upp töfluna insert og þá er eitthvað staðar hérna column og lítur það svona út. Við fyrir með aftur add chart element, fyrir með access titles, bætum þar við það sem þarf að vera þar. Hérna er annars stöpplaritt, hérna þurfum við bara að finna íbúafjöldar fyrir stærstu borgi og bæi á Íslandi, þannig að þetta kemur efst Reykjavík og hérna þurfum við að finna íbúafjöldan, þannig að þið farið bara á Google og finnir þessu upplýsingar. Hérna kemur sem Kópavogur og Garðabær, Hafnarfjörður eitthvað slís. Þetta er verkefni 9, já. Verkefni 10 er öðruvísi því að þá fáið þið bara Word skjal. Þannig þið þurfa að byrja með tómt skjal. Það skiptist í 2 hluta. Fyrir hluti og þá eru við hérna kostningar. Hérna er verið að atkvæði fyrir leikmann ársins 2017 og hérna er þessi leikmenn Ronaldo, Messi og fleiri. Þannig að þið byrjið bara með tómt skjal og í það skrifið hérna nöfnin á þessu leikmönnum, hversu mörg atkvæði þið fengu og nú ætlum við að búið til kökuritt, þannig að við ljómum upp þessi tölur og ég skal stækka þetta hérna, förum í insert og kökurittið eða pie chart lítur svona út og við viljum búið til 3D chart og hérna segir maður leikmaður ársins 2017 var þetta víst og það stendur líka í verkefnilýsingunni er að kökurita voru 3D og hafi lýsandi titil á kökuritinu
og síðan hérna á kökurinn á sjást hvers mörg prósent hver flokkur fekk, hver leikmaður fekk á þetta að vera, hver leikmaður fekk. Þannig að við getum farið hérna í plus hérna og farið í legend, fyrir ekki data labels, nema maður smellar data labels og þá bara hérna hversu mörg atkvæðan fekk. Þannig að við þurfum að fara í þetta hérna, að smella þess að hérna, fara í more options, þá kemur hérna einhver listi og hérna þurfum að haka við percentage og taka út value og þá fáum við hérna prósentunar, ekki fjöldi atkvæða. Þetta verkefni 10 með seinni hluta, það er hvernig þið eigið vikun ykkar. Þannig að í vikun 168 klukkustundir og þið að tilgreina nákvæmlega hvernig eigið þið 168 klukkustundum í hver viku. Þannig að það sem ég gerði hérna var að ég bjó bara hérna til nýja flipa og hérna svona hugmyndaminni viku, svefn ákveðmargir klukkustundir í vikunni og síðan ég að vinna eitthvað og í töluleikjum og netinu. Ég er með hund, þannig að það fyrir eitthvað tími það, hreyfing, elda, borða og versla og ég er með krökkunum. Og ef ég geri hérna sama sem svefn, að þá sé ég að þetta akkurat 168 klukkustundir. Því það svo margir klukkustundir í vikunni, þannig ég er búin að gera þetta fyrir mig, þið bara gerið þetta fyrir ykkur, fyrir ykkar vikur. Og ég ljóma upp þessa töflu, fer ég insert, hérna finn ég þetta kökuritt og þá hafa títil á kökurinn, ég var hendin út en síðan hérna á kökurinn og sjást hversu margar klukkustundir þið eigið í hvert atriði. Þannig að núna erum við að sína gildin, ekki neinar prósentur. Þannig að við förum í data labels og þá það komið hérna. Þetta eru 60 klukkustundir, þetta eru 40 klukkustundir og svo framvegis. Verkefni 11 er if skipunin og hérna er myndband sem ég geti kíkt á. Hérna eru flipar niðri, einn flip er fyrir síndæmi og ég ætla að sýna ykkur hvernig þessi if skipun virkar. If eins og ég viti það þýðir bara ef og þannig að hérna eru við með nöfn á nemendum, hérna eru við með engun og við viljum að Excel skrifi hérna í þennan reit annarkort náði eða fjall út frá því hvað talar hérna. Þannig að við erum að segja að ef að þessi tala er minna en 5 þá fjallan, annars náðan. Þannig að við förum innan reitina og gerum sama sem og við skrifum if og gerum síðan opna sviga. Og í þennan sviga hérna koma 3 atriði og fyrsta atriði kallast logical test eða hvað viljum við athuga. Og ég vil athuga þessi reitur er hann minni en 5 og þá ger ég svona lítinn gogg. Þessi goggur er hliðin á setainu og þetta er þessi athuga. Og sjá hérna að hérna er semikomma. Það gæti verið að þið séu með kommu, þetta er mismöndi myndi útgáfuna Excel og hvort sem er ensku eða íslensku stilt. En ég er með semikommu, þannig ég set inn semikommu. Hérna kemur næst value if true og þetta þýðir hvað ef að þessi blái reitur hérna, ef hann er minni en 5. Það er þessi ratúin. Ef hann er minni en 5 þá vil ég að standi fjall og af því það er textið þá setja hann í gæsaleppir og maður fær gæsaleppir með því að íta á shift og 2. Þannig kemur aftur semikoma og núna hvað vil að ég standi ef að hann er ekki undir 5 eða ef einhvern er ekki undir 5 þá á að standa náði. Og ég þarf að gera semikomu aftur hérna, gæsalepp og síðan loka sveganum og þá get ég síðan núna dreigið þessa jöfnu hérna niður og ég sé að þetta allt sem hann stemmir. Hérna fyrir ykkur 1 og hann fjall, hérna fyrir ykkur 3 og 4 og hann fjall líka. Ok, þetta er bara sýndæmi og þið geta alltaf smellt á þetta og séð hvernig þetta virkar hérna. Þannig að hérna í þessi verkefni að hérna stendur í þessum boxi hérna ef nemandi fekk hærri en 6 á að standa vel gert en annars á að standa reyna geta betur næst. Þannig að það við erum að gera hérna er að við erum að gera sama sem if og við erum að segja ef að þessi reitur er stærri en 6, sjáu hvernig sný
snýra svona, ef að þessi bláreitur, ef hann er stærri en 6, að þá setjum ég semikomu, passa ykkur, þið getið þurft að setja komu, og hérna á þá koma vel gert, annars reyna betur. Ok, síðan eigið þið að hérna búið til línuritt. Þetta er svipað og gerði í verkefni 9, þetta er bara stöpla línuritt. Fyrir maður í insert, fyrir hérna í column chart, þá kemur hérna, og þetta bara lítið út eins og er hérna niðan. Hérna kemur síðan síðastu hluturinn, og þetta er aðeins flóknari hluti. Hérna erum við að kaupa, ímyndað þú sett með fyrirtæki, og þú ert að kaupa inn einhver ákveðna vörur, þú ert að kaupa hérna einhver föt, og hérna eru vöruna sem þú ert að kaupa, hérna er hversu mikið þú ert að kaupa, eða hversu marg eintök, og hérna er síðan einingaverð. Einingaverð þýðir bara hversu mikið kostar eitt stykki. Ok, hérna kemur sér fyrsti reitunin, og í honum stendur afsláttur í prósentum. Þá er bent á hennan dálk hérna, og hérna stendur þú farið 50% afslátt af vöru ef þú kaupir fleiri en 10 stykki, annars farið 20%. Og látið if-skipuna sína hér hversu mikið afslátt þú færð. Hérna þegar standan er 20% eða 50%. Þannig að við fyrir minna reit og við gerum sama sem if, þegar við erum að gera ef, og við erum að athuga, er þessi hérna reitur, er hann stærri en 10? Þannig ég geri ef þetta er stærri en 10. Ok, ef að þetta hann er stærri en 10, þá hvað? Þá kemur mér semikomu, og ef að ég er að kaupa fleiri en 10 stykki, þá á að koma hérna 50%. Og ég er ekki með neinn núna hérna gæsalöp, af því að ég er með tölur, ég er ekki með texta. Þannig ef ég er að kaupa fleiri en 10, þá stendur 50%, annars þá kemur aftur semikoma, og þá kemur 20%. Og ég get prófað að draga þetta niður, og þá sjá ég alltaf já, hérna er að kaupa 14, þá er 50%, hérna er að kaupa 5, þá er 20%. Ég get síðan ljóma þetta upp, haka við þetta prósentumerki, og þá glýtur þetta svona út. Hérna síðan er nú að rekna út hversu mikinn afslátt við fáum af einni vöru. Þannig að spáum aðeins í þessu. Hérna eru buxur, kostar 3000 kall, 1 stykki, og ég er að fá 20% afslátt. Hvað er ég að fá mikinn afslátt í krónu þá eða kaupa núður? Hérna kemur smá prósentureikningur, og hann virkar einfallega þannig að við tökum einingaverðið, margfaldum afsláttinn, og þá sjáum við erum að fá 600 krónur í afslátt af buxum. Hérna kemur þá út nýtt einingaverð með afslætti. Ok, buxuna kostuðu 3 skall, ég fæ 600 krónur afslátt, þannig að þær hljóta þá kosta 3000 mínus 600, sem er þá 2400. Heildarverð með afslætti, nú þá er ég einfallega að taka þetta í nýja einingaverð og margfalda við hann fjölda sem ég er að kaupa, og síðan getur maður alltaf tekið þetta og dreigja þetta niður, og þá er þetta allt saman komið. Þá er þetta hérna silfurfati.